Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Það spennandi þáttur framundan en hjá mér hún Hekla Guðmundsdóttir sem eigandi bandvefslosunar.is og Body Roll æfingakerfisins. Verði hjartanlega velkomin. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér og til hamingju með þetta flotta podcast. Takk fyrir. En ef við byrjum bara, hver Hekla? Hekla 49 ára gömul, stóramæli næsta ári og ég einkona, kynntist manninu mínum á blindu stefnumóti, við áttum með þetta ammali í gær, 24 ára sambandsammali og til hann og eigum 22 ára brúksammali. Fyrir tíma Tinder? Sko, fyrir tíma alls, fyrir tíma netsins og samfélagsmiðla og já, mjög skemmtileg saga. Já, gaman. Svo eigum við 2 yndisleg börn, við eigum Sögu sem 19 ára og Dag sem 13 ára og erum búin að koma okkur vel fyrir í Hafnarfirði. Já, æðislegt. Já. Og hvernig kom það til að þú fórst út í bandvefslosun? Stofnaðir þetta æfingakerfi? Já, ég var í allt öðru starfi fyrir 2003 þegar Saga fæðist og ég sem sagt lendi í þriðja slysum. Ég lendi í slysi þegar hún fæðist, voru miklir erfiðleikar í fæðingunni og síðan lendi ég í bílslysi bara ári seinna, velti bíl, fer á mjög sterk verkjalyf eftir það, fer á bæði Kontalgin og Oxycontin sem mjög sterk morfínlyf. Svo ári eftir það fer ég inn á Reykjalund, fer í endurhæfingu og afeitrun og svo lendi ég í aftanákerslu eftir að við eignumst Dag og öll þessi slys höfðu svona mismunandi hvað maður að segja svona áhrif á heilsunum mína. Mm-hmm. Og fæðingin hafði mjög slæm áhrif á mjaðmyrnar, róbeinið brotnaði, þvagblæðran yfirfylltist. Það voru alls konar vandamál þar. Ég fekk vefjagigt í kjölfarið. Svo velti ég bílnum og þá komu bara rosalega miklir verkir. Svo lendi ég í aftanákerslu og þá fæ ég mikla hálsáverka og síðan bara mjög nýlega greinist ég með flókin vanda eftir höfuðhögg sem ég í rauninni hafði ekki gert mér grein fyrir. Og má rekja það til þessara slysa fyrir öllum þessum árum? Já, og bara með fullt að fagfólki í kringum mig að hjálpa mér að komast í gegnum það. Mm-hmm. Og hvernig ferðu þá út í bandvefslosunina? Hvernig dettur í huga? Nýta það? Já, það kemur í rauninni þannig að ég byrja á því að þegar maður lendir í svona slysi og dettur út af vinnumarkaði, ég var frá vinnu í 14 ár. Wow. Og það gefur mann ekkit rosalega mikið að vera bara heima. Mm-hmm. Og ég var alveg duglega að finna mér eitthvað að gera. Ég byrjaði að sauma, Ómar maðurinn minn gaf mér saumavél og vaknaði oft á nóttinu við að saumavélum var á fulli. Þá var ég að reyna að finna mér eitthvað að gera eitthvað, mm-hmm. Þú veist, af því það ekkit gott að sita bara aðgerðalaus. Og það líka bara vont fyrir heilan. Heilin náttúrulega bara vöðvi sem þarf Örvun, já, hann þarf örvun, það bara þannig. Og ég fór eitthvað svona að reyna að fara út í eitthvað svona góðgerðavinnu, safna einhverjum vinningum og fyrir einhverja góðgerðarsamkomur og svona. Og reyna að vera í einhverjum svona, já, bæði samskiptum við fólk, af því það líka slæmt. Það slæmt. Já, við þurfum félagslega heilsa skiptir svo óbáslega miklu máli. Svakalega. Og svo ég svona að reyna að koma mér eitthvað áfram eftir að ég útskrifast af Reykjalundi. Ómar reyndar svo klára, hann stakk upp og myndi flytja til Spánar í ár og það svo dásanlegt að vera í hita og fólk sem með stoðkerfisvanda og vefjagigt og svona, það veit alveg að ef það hefur prófað að vera í heitu loftslagi, það hjálpar ótrúlega mikið. Þannig að það mikið betur þar? Miklu betur. En svo búum við bara hér
og þó þessi búið að vera dásanlegt sumar að þá erum við ekki með þetta heita loft og þetta í rauninni bara þannig að ég fer að fikra mig áfram og reyna að finna einhverja hreyfingu sem að myndi henta mér og það gekk ótrúlega erfilega en svo reki ég mig á tíma sem að ganga út á sjálfsnutt og bandvefslósun í rauninni bara svona orð sem að notað æfingar þar sem unnið á bandvefskerfi líkamanns með einhvers konar nutturúllum eða boltum. Það er kannski gott að útskýra fyrir þá sem hafa ekki hugmynd hvað bandvefslósun er. Já, akkurat. Hvað er bandvefur í fyrsta lagi og hvað er bandvefslósun? Já, bandvefur í rauninni bara tengivefur líkamanns. Þetta er bara líffræðilegt net, bara eins og bólurinn okkar og bara ef við erum með fallega prjónaða peysu og tógum í eina lykkjuna að þá náttúrulega hefur það mjög mikil áhrif á peysuna ef þessi svona myndlíking hjálpar einhverjum að skilja þetta styður við líffæri þetta ver líkamann en þetta gefur okkur líka getuna á hreyfingu og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli í hreyfingu þetta leyfir hreyfingu en bandvefurinn stoppar okkur líka af stundum verður þetta ótrúlega erfitt þar sem að til dæmis og ég veit að margir íþróttamenn hafa lent í því að þeir lenda í svona þrálátum meiðslum og mörg meiðsli eru bandvefstengt þannig að við kannski rífum aðeins svo fara fibroblast frumurnar sem að mynda bandvefinn að búa til þéttara net bara eins og gera við eins og amma gerði við sokkuna mína prjónaði á mig ullasokka og svo kom gata hælinn og hún bara ætlaði að stoppa vel í. Þá var það sokkur eins og illhreyfanlegur. Þetta gengur út á vökva, þetta gengur út á vökvaflæði og þetta gengur út á það að sko eins og mjög margir spyrja mig, já er ekki bara gott að drekka nógu mikið vatn? Það skiptir rosalega miklu máli en það er bara helmingurinn af sögunni. Við þurfum líka að koma vökvanum inn í bandvefskerfið. Og hvernig gerum við það? Við gerum það með nutti, við gerum það með teyjum, við gerum það með hreyfingu og það skiptir mjög miklu máli að við séum ekki að setja líkamann allt og mikið í sama mótið. Að til dæmis, eins og ég skil rosalega vel fólk sem er í sitjandi starfi og er dauðþreytt og fyrir heim og setur í sófanum. Þetta er ekki gott fyrir bandvefskerfi líkamanns. Og sko ég vildi koma með mitt eigið kerfi vegna þess að ég vildi að allir ættu heima einhvers staðar í heilsurækt og það skiptir rosalega miklu máli og það skiptir máli að mínu mati að róa niður taugakerfið þegar við erum að vinna á bandvefskerfi líkamanns og þess vegna bjó ég til Body-Roll sem að þýðir í rauninni að þú mátt endur nudda líkamann þinn en það þýðir líka að það eiga allir annað tækifæri. Þú átt annað tækifæri, ég og annað. Ég fekk stórt tækifæri. Annað tækifæri í lífinu. Mist heilsuna að þú getur mist heilsuna, farið í ofþjálfun, farið í kulnun. Streitan er alltaf mikil og hafa rosalega mikil áhrif á heilsuna þína. Þannig að, þú veist, þetta skiptir rosalega, þetta skiptir mig rosalega miklu máli að vera með kerfi þar sem allir geta tekið þátt. Ég fæ mjög oft spurningar, get ég komið? Get ég verið með? Það geta allir komið vegna þess að ég haga hlutunum þannig og þess vegna er ég með alla þessa bolta. Þess vegna er ég með þessa hálf loftlausu blöðrubolta þannig að það sé hægt að minnka álæg þessi að skipta út boltunum þannig að allir geti verið og ef við erum með streitustigið mjög hátt og við ætlum að fara að vinna bandvefskerfi líkamanns þá er bara óbáslega erfitt að ná árangri. Við þurfum að slaka, við þurfum að draga athyglina á önduninni, við þurfum að anda ofan í kviðarhol, við þurfum að draga athyglina að því sem við erum að gera. Við þurfum að finna hvernig er tilfinningin undir iljónum. Þegar þú ert að nutta undir iljónum, þú veist, er þetta bara svo 1000 nálar? Er þetta gott vont eða er þetta bara dásamlega gott? Og því meira sem við vinnum, því auðvaldari verður vinnan en ef einhver kemur inn heldur niður í sér andanum
langa bara að hlaupa út. Já, er að þjösnast kannski. Þjösnast, gera þetta alltaf hratt, að það að gera hlutina mjög rólega. Það 2 reglur hjá mér. Hlusta á líkamann, lærðu að hlusta á líkamann. Ég vil kenna fólki að hlusta og taka móti boðunum sem að líkaminn sendur okkur. En þú eru líka að gera þetta rólega, vegna þess að við ætlum að hafa áhrif á bandvæskerfið, við ætlum ekki bara að örva blóðrásina. Þannig að þetta skiptir mig alveg gríðarlega miklu máli. Og þess vegna fór ég að vera með námskeið fyrir virk. Búin að halda 1 námskeið fyrir virk og fannst það bara rosalega gefandi. Frábært. Og þá teki ég þetta ennþá hægar en fólk svona hefur kynst sem hefur komið til mín í tíma. Þú komst þessu fyrsta stað í sporthúsinu í Kópavogi. Já. Og svo nú ertu í dans og jóga. Já. Með námskeið. Já. Ég í dans og jóga, ég með kennaranámskeið, ég með opnatíma, ég með lokanámskeið, samt allt í jafnvægi vegna þess að ég þarf að reyna að haga mér eftir þeim boðskap sem ég er að setja út. Ég ætla ekki að segja að það sé alltaf auðvelt. Stundum er bara gaman, stundum er það þess vegna sem að maður fyrir yfir strikið. Þannig að þú náðir með því að nýta þér bandvefslósun, sem sagt að nutta með sjálfsnutti, þá náður að smám saman bættri líkamlegri og andlegri heilsu og komst aftur inn á vinnumarkaðinn. Já. Það er alveg magna. Og ég hugsaði bara þegar ég man þetta svo vel, ég kynntist þessi hressi í Hafnarfirði og ég man bara, ég sit á gólfinu, ég horfa á kennarann, hún heitir Lína, ég horfði á Línu og ég hugsaði bara, þetta get ég. Af því ég var að leita að einhverju sem ég gæti gert. Eitthvað sem að, mér langaði að nýta þessa reynslu og ég var kennari áður, ég var að kenna förðun. Mér langaði að kenna aftur en svo var spurningin, hvað get ég kent? Og ég horfði á hana og ég hugsaði bara, þetta get ég. Og ég hugsaði, algjört ljósaperu moment. Ég man hvar ég sat í salnum og allt, ég horfði bara á hana og ég bara, þetta get ég. Þetta get ég og þetta ætla ég að gera og ég hugsaði líka alveg leið ef ég get hjálpað einhverjum einum þá er markmiðinu náð. Þú er heldur betur en að hjálpa fleiri með einum. En til þess að hjálpa fólki að þá þarf þú líka að fá stuðning og hjálp. Ég til dæmis bara fjölskylda mín skiptir mig alveg óbúslega miklu máli. Ómar og börnin skipta mig rosalega miklu máli og þetta er hálfgert fjölskyldu fyrirtæki. Þau eru öll í rauninni að vinna í fyrirtækinu og er að hjálpa og þú veist, Ómar er besti vinur minn, hann er bara minn helsti peppari og ráðgjafi og stelpan ótrúlega dugleg, stelpan gera til dæmis heimasíðuna, nýju heimasíðuna mína. Bandvefslósun.is. Já, ég var með aðra sem var alltaf flókin og það var ekkert nema vesena á henni og hún sagði við mig, mamma, ég get bara að redda þessu. Frábært. Þú er bara, þú er bara ráðin í vinnu. Og svo bara Ómar í alls konar verkefnum og það er bara, það skiptir líka svo miklu máli að ræða hlutina við fólk sem þú treystir. Algjörlega. Og fólk sem þið þykir vænt um. Þá kannski komum við bara að næstu spurningu sem er mér stóra spurningin í þáttunum. Hvað er heilsa fyrir þér? Heilsa fyrir mér, heilsa er allt annað. Ef þú hefði spurt mig fyrir 2003, það hefði svarið örugglega verið allt annað. En heilsa fyrir mér er í rauninni, lærdómur og hvernig getum við hagað okkar lífi þannig að bara okkur líði sem best. Og heilsa er náttúrulega, hvernig getum við verið sem mest heil. Og þetta er líkamleg heilsa, þetta er sálræn heilsa, þetta er félagsleg heilsa, þetta er fjárhagsleg heilsa, þetta er hugræn heilsa og hugræni þátturinn skiptir alveg rosalega miklu máli og ég ætla ekki að fara að segja það að ég hafi verið svona jákvæð þegar ég eignaðist Sögu fyrst, þegar ég lenti í bílveltunni, þegar það var keyrt aftan á mig og þú veist, ég hefur alveg verið erfitt núna í nýjustu endurhæfingunum minni eftir að ég greindist með afleiðingar eftir höfuðhögg að það skiptir rosalega miklu máli að vera jákvæður og horfa svolítið á bara alltaf eins og glasið sé hálf fullt frekar en það sé hálf tómt.
það skiptir líka máli að vera skynsamur og mér finnst rosalega mikilvægt að koma þeim skilaboðum til fólks sem að kannski í þessari stöðu sem að ég er í og ég var í, þetta er náttúrulega, þetta er rosalega langt ferðalag. Já, þetta er frá 2004. 2003. 2003. Já. Það er 20 ár. Það er 20 ár í desember. Þannig að, og það skiptir svo miklu máli að fólk skilji að við þurfum að átta okkur á því að það er eðlilegt að vera leiður, það er eðlilegt að vera neikvæður, það er eðlilegt að tuða, ég tuðaði ógeðslega mikið og bara aumingi af fólki sem var í kringum mig. Þetta hlæja því núna? Já, það er þetta hlæja þessu núna, aumingi af Ómar og fjölskyldan. Alveg tuða, þetta var allt ómögulegt, en það er bara þannig. En svo verður að koma einhver þroski og einhver, þykja ráðinn og koma sér eitthvað áfram og þá eru góði ráðin frá mér þessi. Þú átt góða daga, þú átt slæma daga. Á góðu dögunum komdu með skynsemina inn í mengið. Ekki þræla þér út á góðum dögum. Já, ég gerði það og borga svo dýrum dómi fyrir. Ég næst sögu, ég varð að fara í mömmuklúbbana, ég varð að fara út að labba með barnið, hafa brjóstakjöfuna alveg á hreinu. Samt þurfti ég að vera upp á spítala og allt það sem var í gangi heilsulega séð og byrjaði strax í sjúkraþjálfun bara meðan að nýfætta mætti niður á þvagfæradeild oft í viku og þú veist, en samt ætlaði ég að gera allt hitt líka. Ég ætlaði að vera í félagskapnum, ég ætlaði að mæti í alla saumaklúbba og ég man eins og eftir ég lá í rúminu og ég er að fara í saumaklúbb og Ómar kemur inn til mér og segir í alvörunni. Og þá allt í einu kviknaði annað ljósbyrjum moment, þú veist. Nei, ég mögulega þarf að sleppa þessum saumaklúbb af því að ég hef ekki heilsuna til þess. Einmitt. Og líka upp á þetta með heilsuna, þannig að við séum með alla kökuna og þetta sé allt í þetta sé allt í jafnvægi. Því jafnvægi skiptir svo óbúslega miklu máli að, þú veist, ok, ég ætla að sleppa þessum saumaklúbb, en ég þarf samt að viðhalda félagslegri heilsu og ég var sek það að taka félagslegu heilsuna bara og setja hana bara á bið og geyma hana bara og ekkert að hitta vinkonur og reyna ég rosalega mikið og ég sagði sjálfur mér og ég nýbúin að segja þetta, stutt síðan ég sagði þetta og stundum áttast maður sér líka á hlutanum bara með því að segja það upphátt. Að ég sagði bara já, svo bara sameinu við vinnu og félagslega heilsu og ég fyrir í vinnuna og ég hitti fullt af fólki og þá ég bara búin að fullnægja minni félagslega heilsu. Ég þarf náttúrulega að hitta vinkonur og þú veist, og það allt saman líka, Já, svona dýpri samskipti. Nánari samskipti og bara ræða hlutina og ég er óbáðslega heppin. Ég er svo heppin, ég er búin að kynnast fullt af frábæru fólki eins og þér sem að, ég get líka rætt hlutina við bæði á faglegum grundi og svona persónulega. Og geta verið fullt af fólki sem ég verið bæði hjá í meðferðum hjá, þú veist, búin að vera í sjúkraþjálfun, búin að vera í kýrópraktor, búin að vera í nutti og þú veist, í tímum, jógatímum, jóganýtra og kynnst fullt af frábæri fólki og mér finnst líka svo mikilvægt að maður læri frá og hjá því fólki sem maður er í meðhöndlun allir þessu frábæra fagfólki að þú veist, ef þú ert í endurhæfingu, nýttu þér þetta sem fólk er að reyna að kenna þér. Já, þekkinguna og svona horfðu aðeins á að því það er svo auðvelt að segja bara þessi manneskja, hún veit ekki neitt þú veist, hefur mögulega ekki lent í sömu bara lífsreynslu og ég, þú veist og það er lífsreynslunar sem þroska okkur lífsreynslunar ekki tíminn eins og sagt. Lífsreynslan þroskar okkur rosalega og ég bara allt þetta er búið að þroska mjög mikið og ég á tímabili vildi ekki ræða það sem hafði gerst og ég var svolítið þannig við ætlum ekki að horfa tilbaka, við ætlum bara að halda áfram en
það svo mikið lærdómur í að horfa tilbaka og skoða, þú veist, hvað hefur gerst. Og ég segi fólki mjög reglulega að til dæmis árangur, og fyrsti sjúkraþjálfarinn sem að ég fór til, hún kendi mér, að því ég var svo óþolinmóð, ég sagði, það ekkert að frétta hérna. Það liðna 3 vikur og mér ekki batnað. Og hvað ætlum við að gera í því? Og hún sagði, sko, þú verður að horfa á miklu lengri tíma. Við förum nokkur skref upp, við förum aðeins niður, við förum nokkur skref upp og við erum alltaf að komast ofar, svo getur eitthvað komið upp á, eins og núna hjá mér þegar það kom í ljós og það var eitt sjúkraþjálfari sem að sagði við mig bara Hekla, þú verður að kíkja til kollega okkar hérna sem sérhæfir sig í höfuðhöggi og ég segi bara höfuðhögg, hvað meinar, ég ekki búin að lenda í höfuðhöggi. Þá var ég að skilgreina höfuðhögg á allt annan hátt. Ég skilgreindi það þannig að þú þarft að skella mig höfuð í. Ég hafði reyndar gert það, ég bara tók það ekki með inn í myndina, það var annars slys sem gerast á undan. En þú veist, ef þú lendir í hálsáverka, ef þú lendir í aftankæslu, ef þú lendir í bílsleysi, og farið högg á líkamann, að það getur haft áhrif og þetta eru mjög svona margir þættir sem hafa áhrif, eins og bara hjá mér það sko sjónræni þátturinn, hann mjög að trufla mig mjög mikið. Heila þokan, hún rosaleg og ég var svona aðeins farin að skemmta mér of mikið í ræktinni og bara það var komið svolítið mikið stuð á mig og ég var bara búin að gleyma mér í gleðinni eins og gengur og gerist. Í Zumba. Svo gaman í Zumba. Og lendi bara í því að ég farin að fá sko höfuðverki og með höfuðverk, bara stanslausan höfuðverki í yfir 20 daga. Og ég var hægt að geta sótt orð sem ég hefði sagt margoft og var farin að lenda í því bæði í vinnu og líka utan vinnu að ég get ekki sótt orðin sem ég ætla að segja. Ég sá fyrir mér, ég var að leiða Yoga Nidra og ég segi þú gengur út að fallega strönd, sjáðu sandinn og hann og ég ætlaði að fara að segja ljósbrún, ég gat ekki sótt orðið. Og Yoga Nidra, eins og þeir sem hafa farið í Yoga Nidra vita að þetta rosalega mikið flæði og það ekki gott að vera kennari og lenda í því að maður getur ekki sótt orðið sem á að koma. Svo eftir smástund kom ljósbrún. Svo líka var ég að lenda í því að, þú veist, ég fór út í ísbúð, var að panta ís fyrir krakkan og krakkarnir hafa borðað sama ísinn síðan ég man eftir að hafa labbað inn í ísbúð og panta fyrir þau. Og ég bara horfði í borðið og ég sá myndir af því sem var í boði og ég bara gat ekki sagt hvaða keks átt að vera. Og ég byrjaði bara svona hálfpartinn að byrja á fyrsta stafnum og svona hálfpartinn bara stama. Og þá fór ég heim og sagði við Ómar, þú veist, það eitthvað að hausnum á mér. Fórstu þá í alls konar rannsóknir og svona? Já, þá í rauninni segi ég við sjúkraþjálfarann sem ég hjá, ég segi bara við hann, ok, við skulum gera þetta og við skulum hitta sérfræðingin sem að sérhæfi sig í höfuðhöggum og heilarhristingi og fór í bara að láta hann fylla út alls konar lista og fekk alls konar spurningar og þá kom bara í ljós að ég tekaði bara rúslega mörg box og þá og hann í rauninni sér endurhæfinguna ég að fara til alls konar sérfræðingar, fór til innkirtla sérfræðings í blóðmælingar og þá kom í ljós að hormónarnir voru ekki í góðu standi sumir á þeim að minnstakosti. Þá streituhormónið? Streituhormónið var alltaf hátt sem kom mér og öllum í kringum mig mjög mikið ávart. En höfuð áverkar hafa rosalega áhrif á hormón. Kvenhormónin voru alltaf lág. Ég náttúrulega bara hafði strax samband við Halldóri og sagði bara hjálp sem ég sé með kvennaráð og byrjaði strax í hormóna uppbót og strax farin að finna bara góð áhrif. Það ekki nema hálf vika síðan ég sendi á hann, ég sagði bara Halldóri í alvörunni. Já, þetta bara virkar svona. En þetta tengist kannski allt saman, breytingaskeið, höfuðhögg, streita. Breytingaskeiði hefur slæm áhrif og nú bara mjög spennandi að vita hvort að kortisóli lækki en þetta náttúrulega bara ferli, þetta langt ferli. Svo ég hjá sérfræðingi sem sérhæfir sig í augnvanda og ég að fara til taugasérfræðings. Hvernig skilgreinir? Þú sagðir að þú var með sjónrænan vanda. Já, þá til dæmis þetta þannig að
veist, þetta ekki augun, heldur þetta, þú veist, hvernig Skilaboðin. Skilaboð umhverfisins eins og til dæmis segjum bara, veist, eins og því út að keyra til dæmis og veist, ég var búin að taka eftir þessu, ég var búin að taka eftir þessu í mörg ár en ég var alltaf sett þetta, maður er svo klár að setja alltaf útskýringarnar á eitthvað annað en að pæla í því hvað í gangi eins og í höfðinu að mér fannst til dæmis alltaf eins og bíllinn á hægri akrein, hann væri alltaf að fara að sveigja upp að mér og hvað þessu fólki sem er á hægri akrein alltaf mér fannst til dæmis eins og ef að það eru viðgerðir á götum og það er einhver svona krani eða grafa að þá er ég alltaf bara ekki koma með gröfina inn í gegnum framröðuna að þá er skynjunin er ekki rétt og þarf bara að þjálfa hana upp aftur og þjálfa hana upp á nýtt. Ég er svo nýbyrjuð í þeirri greiningu að ég hef í rauninni ekki alveg allar svona nánari útskýringar á því en ég er að segja frá sig á Instagram á Bandurslösun. Já, Instagramið heitir Bandurslösun. Já, er að í rauninni að segja fólki frá þessu. Ég ætlaði mitt ekki að tala þetta af því mér fannst þetta svo flókið en það er bara búið að koma í ljós að þessi umræða hefur haft mjög góð áhrif að mikið af fólki að senda á mig og spyrja hvert ég er að leita og svo framvegis. Já. Segjum bara einhver sé í þessum sporum þú varst í, hefur dottið út af vinnumarkaði vegna alls konar ástæður, getur verið slys og það getur verið veikindi og heilsuleysi. Hvað er fyrsta skrefið? Hvað ætti fólk að gera svona til að, því þetta er langklaup og líka maður þarf að gera sig grein fyrir því, það breytist ekki einni nóttu. Sko virkar náttúrulega að sinna mjög góðu starfi og er að hjálpa fólki einmitt sem hefur dottið út af vinnumarkaði og sko mér fyrst skipta rosalega miklu máli að reyna að róa niður taugakerfið af því að það að róa niður taugakerfið það er svo mikilvægt að mörgu leyti að þú veist ef að við erum með taugakerfið í flotta formi ef við erum með björnin eða ljónið fyrir framan okkur og ætlum annarkvort að berjast eða flýja að þá er öll hugsun við náum ekki almennilega að náum ekki almennilega utan svona djúp hugsun, finnst mér. Og þess vegna finnst mér skipta svo óbúslega miklu máli að vera með prógram þar sem að fólk vinnur í ró. Og mér skipta líka mjög miklu máli eins og að því að nú er fullt af fólki að kenna prógramið mitt. Að mér skipta máli að kenna á námskeiðunum mínum, kennaranámskeiðunum, að kenna kennurum og útskýra fyrir kennurum að það skiptir svo miklu máli hvernig þú til mætir til vinnu og hvernig all umgjörðin er utanum kennsluna. Af því að það skiptir rosalega miklu máli til hvernig ég er stemd þegar ég er að kenna. Þú veist að ég sé í ró. Já, smittar frá þessari jákvæðu og ró. Það þarf að vera jákvæð, það þarf að vera maður þarf að vera rólegur. Það er að ég þarf róin yfir mitt taugakerfi að ég tek á móti að því er ekkert að ég sé bara eitthvað staðar upp að háa, þú veist, þegar fólki kemur inn og eitthvað, þú veist, ég þarf að vera róleg svo að aðrir verði rólegir. Það skiptir alveg rosalega miklu máli og sko þetta er ekki eins og fómflexið hérna í gamla daga maður bara því verra því betra var sagt því meira sem maður fann til og maður átti að segja því að þá var maður örgla bara að auðvitað var að gera eitthvað gagn en ég held að taugakerfi hafi ekki haft mjög gott af þessu og Nei, og við sem fer er þetta þannig og þú veist, það var að byrja að rannsaka bandvefinn svo seint. Þetta var ekki fyrir upp á 1960 sem byrjaði að rannsaka hann af einhverju viti og þetta er svona eitt það fag sem að skiptir óbúslega miklu máli ef maður er og ætlar að vera í þessari vinnu. Það þarf maður að gefa sér og ég tala alltaf að gefa tíma. Við eyðum ekki tímanum okkar, við gefum okkur tíma, við gefum öðrum tíma og skiptir svo miklu máli að gefa sér tíma til að fylgjast með allri þróun. Og það var í rauninni bara það sem að ég fór strax út í, að ég fór að reyna að finna, þú veist, mennta mig meira, fylgjast með öllum rannsóknum sem eru að koma og það eru bara mjög margar rannsóknir sem að
benda til þess og sýna fram á að þetta þarf ekki að vera vont til þess að virka og það eru margir erlendir vísindamenn sem segja easy does it. Já, ég finn bara strax sko hvenær ég fór á námskeið þegar 2020, hvenær fyrsta námskeið, það ekki, 2020. Já. Ég finn bara strax á þessum stutta tíma það hefur hægt á þessu. Ég finn mun, þetta öðruvísi, þannig að þetta hefur þróast og finnur það ekki, þú hefur hægt á kennsluninni, ennþá rólegri en hún var í upphafi. Hún sko miklu rólegri en hún var í upphafi. Ég til dæmis geri engar æfingar þá þetta að halda þér uppi. Vegna sem leið þú þarft að halda þér uppi, sko í fyrsta lagi, ef þú ætlar að halda þér uppi þá þarfst að gera það ákveðin hátt. Það skiptir máli hvernig þú heldur þér uppi og þá ég að tala æfingar eins og til dæmis ef þú ætlar að taka kálfana frá upptökum á festu þá verður þér aðeins að lyfta þér upp nema og situr á blöðruboltanum og rúllir þér á rassinum fram og tilbaka, það hægt að gera það þannig. En ef þú ætlar að lyfta þér upp, það skiptir máli og takir handleggina alveg að líkamannum. Það skiptir máli og þú notir gagnstæðan fót og stíi vel í fótinn þannig að þú notir kraftin í fætinum til að lyfta þér upp. Ef þú ert að gera framan að lærinu og ætlar að fara upp og niður þá þarftu að spenna kviðvöðvana. En þá ertu komin líka í aðrar æfingar og ég býð alveg upp að þessar æfingar en það útskýri fyrir fólki að þannig erum við líka að styrkja líkamann. En við erum svo sem að styrkja líkamann með því að vinna á banduskerfinu. Við gerum það alltaf. En það skiptir óbóðslega miklu máli að vinna í ró og ég hef hægt og hæglæti til dæmis. Það skiptir rosalega miklu máli og bara upp á heilsuna skiptir róa niður taugakerfið. Bæta svefnin, vinna á banduskerfinu, reyna að næra sig vel, hugsa vel okkur. Ég er rosalega heimakær til dæmis. Ég elska að vera heima og bara að vera dúlleg. Ég nýtt til dæmis farin að hafa áhuga á plöntum og nú á ég fullt af einhverjum plöntum. Ég átti enga plöntur. Svona núvitund. Bara núvitund, eitthvað fyrir að vöku að plönturna, fara með þér út að palla og greið úr flækjunni og eitthvað svona. Og vera svona bara líka félagslegt heilsaskipti máli. Það skiptir líka máli að vera sjálfur sér nógur. Mér finnst það skipta mjög miklu máli og njóta þess að vera með sjálfur sér. Og mér finnst skipta máli að ég hafi tíma fyrir mig með mér. Stundum ég með eitthvað í eyrunum, stundum ég að melta það sem ég var með í eyrunum. Og mér finnst það skipta mjög miklu máli líka. Mér finnst nefnilega Íslendinga með svolítið mikið FOMO eins og kallað fear of missing out. Við erum svo hrædd við að vera alltaf að missa af og þessi glansmynd sem fólk byrtir á samfélagsmiðlum. Einhvern tíma voru allir á gönguskíðum eða gönguskíðanámskeið, einhvern tíma voru allir komnir á reisurhjól og svo voru allir komnir í þetta og hitt og við erum svolítið hjarðhegðun. Það svolítið, við verðum að passa okkur. Bara þú veist, hvað vil ég? Hvað vil ég? Þarf ég á þess að halda? Og getur þetta. Fullt af fólki sem horfði á alla á reisarhjólum og fullt af fólki sem getur þetta ekki. Og það líka þessna sem ég stofnaði þetta fyrirtæki og bjóð til þetta æfingakerfi að sko eitthvað sem að allir auðvitað eru ákveðin hluti sem við þurfum að hafa í huga en ég kenni útskýra það allt mjög vel. En svona þar sem allir geta verið. Og það skiptir rosalega miklu máli fyrir alla, skiptir máli fyrir íþróttafólk, það skiptir máli fyrir fólk sem hefur dottið út af vinnumarkaði. Þetta er mikilvægt fyrir alla. Það er mikilvægt fyrir alla nutta líkamann, það er mikilvægt fyrir alla hlusta á líkamann. Og við verðum að setja okkur í fyrst sætið og ég veit að því að þú hefur unnið sem flugfreyja að þið setið súrefnisgrímuna. Þeir segi fólki að þú verður að setja súrefnisgrímuna fyrst á þig áður en þú aðstoðar eitthvað annan. Þannig að hvernig ætlar að aðstoða börnin eða fólki sem þú ert að starfa með eða bara í hverju sem nema þú hugsar fyrst um þig og þú verður að setja þig í fyrsta sæti til þess að geta bæði notið lífsins og hjálpað öðrum. Það er mjög mikilvægt. Heilsuna þína í fyrsta sæti. Já, þig og þína heilsu í fyrsta sæti. Það er rosalega mikilvægt. Algjörlega sammála því. En er eitthvað sem þú vilt segja meira þessi veikindi sem eru nýkomin upp hjá þér þetta höfuðhögg? Er þetta algengt að eitthvað svona geti komið upp svona mörgum árum síðar? Sko,
í rauninni þetta ekki að koma upp mörgum árum síðar, heldur var það ég sem að í rauninni ég var með allir þessi einkenni. Búin að hunsa ljósin í mælaborðinu. Já, og setja kannski ranglega merkja ljósið í mælaborðinu. Okay. Setja annan límmiða á ljósið. Það bara, þetta ekki þetta, þetta þetta. Eins og bara til dæmis svimi. Þegar ég var spurð, þegar Tómas í Táp spyr mig, eða setur á listan, svimar þið reglulega? Og ég segi bara, nei, mér bara svimar ekki neitt. Og þá í rauninni ég búin að skilgreina svima sem yfirleitt. Já, einstakar sinnum sé ég svart og dett út. Það ekki svimi, það yfirleitt. Þannig að ég var í rauninni búin að stroka það bara út af listanum. Að ég myndi ekki eitthvað, ég með ADHD. Ég setti það bara ADHD. Já, þetta bara ADHD, ég grind með ADHD, þetta bara ADHD. Þannig að þú varst í raun og verið ekki að vinna í rótvandans? Nei. Ég að vinna í rauninni í rótvandans núna með allir þessari frábæri hjálp. Og og þessari margþættu hjálp sem þetta er bara nýbyrjað. Og mér finnst líka skipta máli að fólk skilju sko að þetta tekur tíma, við þurfum þolinmæði og ég tala rosalega mikið um þolinmæði. Við þurfum að gefa okkur tíma og við þurfum að skilja að hlutinir gerast ekki strax. Og ég alveg búin að vera þarna líka í þessari í rauninni þetta bara ný endurhæfing. Og ég búin að vera þarna líka að sko vera bara, heyrðu, ég að fara að byrja aftur að dansa í september. Og þú veist, ég búin að læra svo rosalega margt á þessari endurhæfingu. Ég búin að læra það til dæmis að setja sjálfri mér mörk. Þú veist, maður rosalega duglegur að setja öllum öðrum mörk. Það búið að vera, tala rosalega mikið um það, settu öðru fólki mörk, gagnvart þér. En sko, hvaða mörk erum við að setja okkur? Og til dæmis eins og að ég fór að fylla út blöð, einkennalista. Hvað ég með mikinn svima? Hvað ég með mikla heilaþoku? Höfuðverk og allt þetta. Og hvað, þú veist, eftir æfingarnar. Ég fer á trekkhjóli mitt, ég má hjóla inni. Ég get ekki verið að horfa á sjónvarpið á meðan, ég get ekki verið út að hjóla því það hefur mikil áhrif á sjónræna þáttinn hjá mér. Og sko, ég þarf að átta mig á því að þetta tekur bara, þetta tekur tíma. Þetta tekur tíma, þetta tekur allt tíma, þetta tekur tíma að taka þessi, bara fyrir alla þessa þætti, þú veist, það þarf, allir þessi þættir þurfa bara sinn tíma í rauninni. Já. Þannig það er bara eins og þú veist að segja fyrsti sjúkraþjálfarinn hafi sagt, þú ert alltaf að fara nokkur skrifa fram og svo eitt aftur að bóka og nokkur áfram. Áfram, já. Þannig nú ertu kannski bara akkurat í þessu, eða þú veist, þegar þú greindist með þessa höfuverki í 20 daga, það var þá kannski eitt svona skrifa aftur að bóka í bataferlinu. Já, það var bara, já, og að átta mig bara og að í rauninni að hlusta þá á, það var Heiða, sjúkraþjálfarinn minn, hinn sjúkraþjálfarinn, að hún sagði bara, þú þarft að spá í þessu og að bara hlusta á hana og bara treysta því að hún fagmaður og hún vissi hvað hún var að tala. Þannig að, og líka bara að, þú veist, eins og við erum að hugsa þessi, alla þessa þætti sem að skipta máli, að við þurfum að nú er heilaþokan að drepa mig. Það endur bara gaman að hafa þetta inni. Þetta sýnir þetta bara svart á hvítu. Svona lífið. Svona þetta, já. Svona lífið. En já, það sem ég ætlaði að segja var að við setjum okkur eitthvað markmið og til dæmis eins og mig langar að fara að dansa aftur. En ég í ákveðinri vinnu núna og ég má ekki vera með það ómikið á heilanum að ég þurfi svo mikið að það trufli vinnuna sem ég í núna. Það í rauninni það sem að skiptir líka máli. Þú lendir í einhverju, þú syrgir það sem að kom fyrir þig, þú þarft að halda áfram að vinna. Í þér? Í mér. Og halda áfram að læra og þroskast. Og bara sem betur fyrir að þá, veist, eins og hjá mér, þetta er búið að vera rosalega mikið þroski í gegnum þetta allt saman.
Þannig að já, það bara við lærum svo lengi sem við lifum og þroskumst. Og því ég veit að nú ert þú búin að hlusta þáttinn taugakerfið, að því þarf að vera að tala áföll og áhrifin á taugakerfið. Já. Og það líka örugglega eitt, þetta eru áföll, öll þessi slys sem þú lendir í. Þú veist, eins og þú segir að þú syrgir heilsuna þín þú hafðir og allt þetta. Og þegar taugakerfið okkar verður upptrekt þá örugglega batinn hægari. Algjörlega og þú veist, við geymum, líkaminn geymir áföll. Það bara þannig. Taugakerfið geymir áföllin. Þannig að það skiptir líka máli að vinna, að gera þessa vinnu og læra síðan af því að átt sér líka bara á því, þú veist, hvernig, eins og bara ég sagði, hvernig heilsa hvernig best að haga mínu lífi þannig að mér líði sem best. Sýna sér sjálfsmildi. Sýna sér sjálfsmildi, algjörlega. Skiptir svo miklu máli. Algjörlega. Það nefnilega máli. Mér finnst rosalega gaman að kenna fólki, mér finnst gaman að fræða fólk og ég vona bara að, þú veist, þessi kennsla og miðillinn, ég miklu duglegur á Instagram heldur en Facebook, ég með Bandaslósin með Heklu á Facebook, en ég vona að, þú veist, að þessi fræðsla og það sem ég að leggja á borðið fyrir fólk, ég vona að það bara gefi einhverjum eitthvað. Já, ég alveg viss það. Og markmið með þessu hlaðvarpi með þetta, að fá til mín fólk eins og þig sem hefur brennandi áhuga á einhverju og hefur svo mikinn áhuga á að miðla og hafa jákvæð áhrif. Það bara, ég sjálf brenn fyrir það að hafa jákvæð áhrif á heilsu annara og líðan annara. Þannig að ég svo þakklátt fyrir að þú og allir aðrir sem hafa komið og eru væntanlegir í þáttinn vilji bara taka þátt í þessu heilsu ferðalagi. Ég bara svo þakklátt að þú skildir láta verða af þessu. Það er eðlislegt. En eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Eitthvað? Bara hlustum á eigin líkama, hlustum á boðin, reynum að finna út hver jafnvægislína. Ég trúi því að við höfum öll okkar jafnvægislínu. Hún misbreið. Sumir eru með mjóa línu eins og í sirkus, sumir eru með heila gangstétt eða götu. Þetta góð samlíking. Reynum að átta okkur á því og reyna að falla ekki of mikið út af sumir eiga svo erfitt með að skríða upp á línuna aftur. Bara lifum og lærum og njótum lífsins. Þannig ef að fólk vil kynnast bandvefslosun, hvert á það að leita? Bara, það mjög gott að fara bara á Instagram eða á Facebook. Fólk getur samt mér líka tölpast, hekla@bandvefslosun.is, farið á heimasíðuna. Svo eru námskeið og opni tímar í dans og jóga og þá það dansogyoga.is. Eru til einhver myndbönd þannig að þeir sem að vita ekkert hvað við erum að tala um? Já. Geta séð hvað þetta er? Já, farið á Instagram og skoðað myndböndin á Instagram. Frábært. Ég verð nú að nefna aðeins í lokum að því að ég, eins og ég sagði, lærði hjá þér og hélt nokkur námskeið og ég gleymi því ekki að ein sem var á námskeiðinu, hún sagðist ekki hafa getað lyft öxlinni upp fyrir höfuð í mörg ár og eftir 2 skipti, þetta voru klukkutíma rúmlega, eftir 2 svona skipti, þá bara sagði hún, ég trúi þess ekki, ég get bara að fara að sveifla höndunum í allar hringi og allar áttir og sko fyrir utan þetta róa taugakerfi og hvað þetta er notalegt og örugglega eina slökunin sem sumir fá í vikunni þess að 10 mínútna slökun í lokin bandvefslosuninni, að þá þetta líka svo ótrúlega mikilvægt til hreyfi getuna. Þetta skiptir öllu máli fyrir hreyfi getuna og liðleikan og málið að upptökuverkja eru sjaldnast þar sem að þau koma fram. Einmitt. Og mögulega hefur þessi verið með þurrkibandvef spennu einhverstaðar og þú hefur farið að nutta á það svæði og haft þessi áhrif. Einmitt. Og ég get sjálf að því að nú er ég búin að þekka þetta lengi en ég tengdi ekki, ég var búin að vera með verk ofan á ristinni, bara ofan á beininu því ég fór út að hlaupa. Svo fór hann alltaf því ég var hann heit. En ég átti og ég var alltaf svona að nudd í kring og þetta var bara svolítið eins og að íta á marblett, virkilega vont. Svo fór ég í nudd
og þá áttaði ég mig á því að ég var svo stíf hérna í vöðvanum hliðin á sköflungsbeinunu fyrir neðan hnéð og bara það að því ég náði að nutta þar að hann benti mér á þetta, hérna ertu rosalega stíf, það er ekki skrítið þessi illt í ristinni. Og ég bara, og ég sem veit samt mikið bandvef og hreyfingu og allt þetta, ég var ekki búin að kveikja perinni þarna. En kannski einhverju hlaupar einhverju núti sem tengir við þetta. Þá vita þeir hvað þeir geta gert. Já, og líka sko, þarna kemur líka inn í bara bandvefs brautirnar og hvernig það þú veist, bandvefurinn tengir vöðvana saman eftir ákveðnum brautum. Þannig að þarna kemur líka, og þetta brautin sem liggur framan á. Og skiptir mig mjög miklu máli að kenna fólki brautirnar og að skilja einmitt, veist, þú finnur til og stíf í ristinni og með verk þar og það mögulega einhver staður innan þessarar brautar sem að hafa þessi áhrif. Og svo þetta líka spurninga eins og með þegar fólk fer í myndatökur. Fólk fer í myndatöku og læknirinn segir það sást ekki neitt. En sko, þú sérð ekki bandvef nema í ómun. Þannig að mjög algengt að fólk kemur í tíma sem að búið að fara í alls konar myndatökur og það sést ekki neitt. En þá eru líka læknar og sjúkraþjálfarar og kírópraktorar. Það fullt af flotti fagfólki að mæla með þessu og mæla með það að fólk nutti sig. Já, það eru miklu meiri vitundavakning þetta. Já, og bara mjög mikil síðustu árin. Og allt þetta fólk sem að vinnur sitjandi vinnu, skrifstofuvinnu og flugmenn og bílstjórar og svona, að vöðvarnir framan á, sóasvöðvarnir, þeir eru oft svo ofboðslega stuttir. Já. Og af því að þeir tengjast aftur, þá fær fólk oft illt í mjóbakið. Þetta bara beintenging. Já, en þetta vita ekki svo margir. Nei. Þeir þurfa að teygja á sóasvöðunum og jafnvel að nutta. Já, mér langar að segja þarna að þetta skiptir alveg rosalega miklu máli að ekki nutta sóasinn nema þú sért með mjög faglegar leiðbenningar. Að það allt og mikið það að fólk að sína myndband á Instagram og Facebook og örugglega TikTok. Ég ekki búin að læra og ætla ekki að læra það. Treystum mér ekki í enn einn miðlinn. En sko, þú verður, það eru viss atriði svo þetta varast. Þetta getur verið beinlínis verið bara mjög hættulegt. Ekki losa sóast nema undir eftirliti fagmanns. Þú verður að vita hvað þú ert að gera. En fólk getur teygt. Já, fólk getur teygt. En ekki fara með bolta, leggjast að bolta. Það skiptir rosalega miklu máli hvernig þetta er gert. Koma bara eitt námskeið til þín. Koma bara námskeið og læra bara að gera þetta. Eða hjá einhverjum öðrum. Þetta er nokkur stöðum. Þú ert búin að vera svo duglega að kenna með kennaranámskeið. Þannig að þetta komið allt land. Já. Og bara gerðu þetta, fáðu fagmann til að kenna. Ég segi við kennara nemana ekki kenna sóaslósunum og setja 150% klár á því hvernig á að gera þetta. Mikilvægt að koma þessu að. Þetta skiptir alveg rosalega miklu máli og ég veit að það er fullt af fagfólki sem er algjörlega sammála mér þarna. En já, og það gengur opaslega vel kennslan. Það verður að kenna þetta í fullt af stöðum. Þetta gengur bara rosalega vel. Já. En það hefur þetta svo jákvæð áhrif. Já, gera það. Sem betur fyrr. Já. Æðislegt Hekla. Takk æðislega fyrir að gefa þér tíma til að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Og til hamingju aftur. Mér finnst þetta geggjað þér. Geggjað að láta drauma sína rætast. Það er nefnilega svo mikilvægt. Þó það líði langu tími. Já. Það skiptir engu máli. Þetta var löng meðganga. Það er allt í lagi. En það er nefnilega svo mikilvægt að þú varst að segja áðan að setja sér mörk. Já. Að ég hef ekkert farið lengt með það. Ég sjálf klest á vegg fyrir nokkrum árum. Og þá eiginlega fyrst eftir það lærði ég að setja mig mörk. Já. Og ég var rosalega léleg því að segja nei. En nú er ég farin að vera duglegri að segja nei. En hlaðvarpi var eitthvað svona sem ég bara ákvað að bíða með. Það var bara of mikið á þeim tímapunkti. En ég finn bara þegar maður er með eldmóð fyrir einhverju, þá er það að gefa manni meira en það er að taka frá manni. Það er bara þannig. Þá er svo auðvelt að gera eitthvað. En maður þarf samt að passa sig að fara ekki yfir þetta strik sem þú tala með jafnvægi. Þetta er svo fín lína. Þetta er rosa fín lína. Það er svo auðvelt að, ef maður hefur áhuga, brennandi áhuga, þá er svo auðvelt að fara yfir strikið. Það er bara þannig. Þannig ég þarf að vera mjög ákveðin við sjálf mig. Segja bara nei, það verður bara þetta námskeið þetta og svo verður ekki meir.
Hvernig hugsaðu þína heilsu? Ég næri mig fallega. Ég hreyfi mig eins og ég hef ráðleggingar og fengi ráðleggingar núna í þessu nýja ferli. Ég að hjóla inni á trekjólinu mínu, minnst ekkert skemmtilegt. Langar að fara í stiðið. Já. Ertu farin að geta fara út í göngutúra? Já, ég fer út í göngutúra. Ég þarf að passa mig hvar ég stíg niður. Ég þarf að passa svolítið landslagið í göngutúrunum. Fara meira svona að ég geti bara hort fram á við og labba bara áfram í staðin fyrir að vera að horfa rosa mikið niður fyrir mig að það grjót þarna og eitthvað. Það truflar rosalega sjónræna þáttinn til dæmis. Ég bara elska að vera með fjölskyldunum minni og bara njóta þess. Ég elska að vera út í náttúrunni. Það er sko allt annað að ganga úti eða bara að sitja og horfa á sjóin, eitthvað svona bara vera í algjöru núvitund, njóta þess að fara í tíma hjá öðrum og ég bara, og vera hjá allir þessu fagfólki í meðferð. Ég er með gíropraktor, ég er með sjúkraþjálfara, ég er með nokkra lækna og samstarfsfólk sem eru líka vinir mínir. Mæti sjálf í tíma, jóga nýtra, yin-jóga og ég er með zumba þarna fyrir fram mig. Það hangir á gulrót. Já, þú ferð að fara það í haust. En ég ætla, já, ég held reyndar að haust hafi verið kannski aðeins of en ég er rosa heppin. Ég er með eina sem ætlar að taka með mér í einhvertíma, smá svona með sólgleru og eyrnatappa og bara mjög lága tónlist eða jafnvel enga tónlist. Já. Er það tónlistin sem er? Sko það er tónlist, það er hávaðin, það er ljósin. Ég er með rosa mikinn samhæfingavanda líka. Þannig að það kom bara mjög svona skýrt þegar ég fór að gera æfingarnar sem sjúkraþjálfarinn setti upp. Ég prentaði út blöðin og setti það við hliðina á mér að ég átt svo erfitt með að spegla. Þannig þegar ég setti möppuna fyrir fram að mig að þá var þetta ótrúlega flókið eitthvað. En þegar ég setti hann við hliðina á mér þá var svona svo föttuðu við það að það er líka hægt að kenna fólki reglur. Já. En þetta er mjög svona, þetta er mjög margþætt. Þetta er margþættur vandi hjá mér. En ég er rosa þakklátt. Ég er þakklátt fyrir alla þjónustuna sem ég er að fá, alla hjálpina sem ég er að fá. Og stefni bara út á dansgólfið aftur. Hvernig sem ég ger það. Kannski var þið komin svona, að þið hafa svo gaman að ég var með svona alls konar þemapartí. Það verður kannski bara orðið svona þema í hverjum einsta tíma. Allir er með sólgleru og derhúi og heyrnatappa. Silent disco, allir með sín eigin heyrnatappa. Silent disco, það er geggjað. Já. Ég var allan með mitt silent disco. Já. Það er alveg hreinu. Láta sér dreyma. Já. Það er rosa hollt að láta sér dreyma. Það er það sko. En mér finnst æðislegt, bara svona til að taka þeim saman, að það sem að þú ert búin að nefna, að það er samnefnari. Þú ert búin að tala náttúruna, það er búin að vera eitt þáttur það, hvað það er, bara gefur manni mikið að vera út í náttúrunni og þú talar mikið taugakerfið og það er búin að vera þáttur taugakerfið og svo var líkamsvirðingu og þetta að sýna sjálfum sig, vera stoltir í því hvað líkaminn getur í staðan fyrir að einblína á eitthvað útlit. Þakka fyrir. Ég þakka líkaminn mínum á hverjum einasta degi þegar ég vakna og þakklæti skiptir óbúslega miklu máli. Þakklæti er mjög mikilvægur þáttur í heilsu, finnst mér. Ég hvet fólk til að skrifa niður í dagbókina sína þrennt okkur einasta degi sem það þakklátt. Já, ég er með þakklætisdagbók. Þannig Möggu sem ég skrifa alltaf í. Skiptir bara óbúslega miklu máli. Og vera líka með þetta svona sjónrænt fyrir framan sig. Að sjá, það var eitt það sem ég lærði líka. Ekki vera með þetta bara í símanum. Vera með bók, skrifa í bók. Hugur og hönd. Algjörlega. Það er nefnilega oft, það er svo margt sem við tökum sem sjálfsögum hlut sem að maður átt að sé á því maður fyrir að skrifa það niður. Já. Hvað maður er þakkláttur fyrir, eins og bara íslenska vatnið. Við tökum þessu sem svo ótrúlega sjálfsögum hlut, þangað til maður fer eitthvað annað. Já. Einhver sem kom til minn einhver tíma og hún sagði, vá, ég var í einhver landi, það er ekki eins og hægt að sturta niður. Þú veist, okkur finnst þetta svo sjálfsagt að sturta niður, en það er ekkert sjálfsagt alls þar. Þannig að fullt af svona atriðum sem að við bara lítum upp. Allar þessar dásanlegu sundlaugar. Já, mitt.
og laugar og náttúrulegar og allt sem við höfum hérna. Algjörlega. Þetta er óspilt náttúran og bara hreinleikinn og við erum ótrúlega heppin. Já. Ótrúlega heppin. Ég held við sem bara komum með ansi góð ráð til fólksins til að huga að heilsunni. Já, ég vona það, jú. Bara takk kærlega, elsku Hekla, fyrir að koma og gefa þér tíma. Takk fyrir að bjóða mér og bara til hamingju aftur. Takk kærlega.